Komið sæl, þetta Ísland í dag. Eitthvað verður að gera hérna, við vitum það alveg á umræðinu síðustu daga og hvernig þetta lítur allt út og það þarf eitthvað að breytast á Ísland og við þurfum að búa við lakari lífskjör. Hvort hugnast þið betur að draga úr ríkisútgjöldum og kannski draga eitthvað velferðarkerfinu eða hækka skatta? Sko, það verðum að tala mörg vandamál. Eitt af þeim það að þjóðarframleiðsla mun lækka og atvinnuleysi mun aukast. Leiðin til að komast út úr því að búa til atvinnutækifæri, framleiða meira, þá skapast auknar skatttekjur. Þannig að við þurfum auðvitað að fara þá leiðina líka. Við erum ekki að horfa á ríkisfjármál eða eitthvað sem algjörlega staðnað. En það alveg rétt að það kemur mikill halli á ríkissjóð núna strax á næsta ári. Við þurfum að bregðast við því en við þurfum ekki að gera það á einu ári. Við stefnum að því að koma ríkisfjármálunum í jafnvægi eins og þau hafa verið á undanförnum árum. Við verið þar með jafnvægi og góðan afgang. Koma þeim aftur í það horf eftir svona 4-5 ár. 2012, er það dagsetning sem valin vegna þess að þá fyrst verðum við orðin greiðslufær aftur? Nei, það bara vegna þess að við ætlum ekki að fara í þetta af einhverju offorsi. Við ætlum ekki að skera niður almannaþjónustuna af einhverju offorsi. Við ætlum að taka okkur þann tíma sem við þurfum til að koma þessi jafnvægi. En hvað mun þetta þýða bara á mannamáli fyrir fólk? Kaupmáttur í landinu, mun hann rýrna 10% eða 100%? Fólk að spyrja sig þessu brotakvöld og vill kannski fá að vita sirka þó þessi erfitt fyrir ykkur að svara nákvæmlega. Þetta getur hann ekki minnkað 100%, þá hættir fólk að fá laun fyrir vinnuna sína. En það verður nú ekki þannig, en það verður... Hvað erum við að tala um að við förum langt aftur í tíma? Það verður kaupmáttarýrnun. Við munum fara einhver ár aftur í tíman, vonandi ekki mjög mörg. Hvað varðar 2 ár, 5 ár, 10 ár? Lífskjarastigið, ég get ekki svaraði nákvæmlega. Lífskjarastigið mun lækka kannski 3-5 ár, en við verðum fljóta að ná okkur upp úr því aftur þegar við erum komin í gegnum þetta versta tímabil. Næstu 6 mánuði verða erfiðir, næstu 12 mánuði verða erfiðir. Eftir það, þegar við erum komin svona inn á árið 2010 og undir lok árs 2010, þá mun aftur fara að rofa með til og þá mun kjörin fara að geta batnað. Gjaldeyrisjóðurinn segir að það sé hætta á enn frekari lækkun á krónunni. Þú og fleiri hafi sagt að krónan sé allt of veik og eftir að styrkjast mikið. Hvernig stendur á þessari þversögn? Nei, þetta ekki þversögn. Ég held að Gjaldeyrisjóðurinn hafi sagt að það mætti búast við því að krónan lækkaði fyrst í stað þegar gjaldeyrismarkaðurinn opnaði. Síðan myndi hún styrkjast verulega því að það er allir sammála að hún sé undir sínu eðlilega verðmæti svo sækir standa. Fólk sem með erlendlán hefur tekið svolítið skell núna og það er búið að bjóða því einhverja frystingu en ef að ástandi verður áfram slæmt og það verður verðbólga líka þá er þetta komið líka inn á þá sem eru með lán í íslenskum krónum. Verður eitthvað komið til móts við fólk ef þetta ástand heldur áfram í 10 mánuði, 12 mánuði, 20 mánuði? Það verður því miður verðbólgukúfur núna næstu vikur og mánuði. Við höfum reynda verið að gangi gegnum hann. Spáin sem við erum með og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn lagði fram sýnir að verðbólgan verði komin núna í 4,5% undir lok næsta árs. Það hlýtur að vera megi keppikefli að komast þangað og það byggist á því að við komum tiltrú og stöðuleika á gjaldeyrismarkaðinn þannig að gengið stabiliserist komist í jafnvægi og því að það er forsenda þess að verðbólgan við náum henni. Verðtrygging kemur til greina að afnema hana? Ég held að það sé nú ekki heppilegt. Ég var að horfa á forseta ASÍ, vera að útskýra það í sjónvarpinu hjá ykkur rétt áðan að það hefur svo geigvænlega áhrif á lífeyrissjóðina og þær skuldbindingar sem þar eru. En hvernig verður þá komið til móts við fólk sem getur ekki borgað að láninu sínu þegar þetta verðbólguskot kemur? Það verður að taka það persónubundið í gegnum bankana og í gegnum Íbúðalánasjóð. Það er verið að veita fólki fyrirgreiðslu þar og ríkisstjórnin hefur verið að beina því til bankana að það sé fólki sé hjálpað sem að lendir í greiðslu erfiðleikum. Fólk sem er óttaslegið að mun ekki geta borgað af láninu sinu þegar verðbólgan kemur og horfið fram á 10-20 dökka mánuði, getur þú sagt að þetta fólk að verði komið til móts við það? Það verða möguleikar á því, en það þarf að gera það verður eftir hvar fólk er í viðskiptum og því verður beint til lánastofnana að koma til móts við fólk eftir fremsta megni og Íbúðalánasjóður til dæmis mun gera það. Samtal Árna Mathiesen og Darling fjármálaráðherra Bretlands, var því lekið? Ég veit ekki hvernig á því stendur að það birtist í kastljósinu, það kom mér mjög óvart. En þetta samtal eins og það sýnir það að fjármálaráðherrann okkar var mjög hreinskilinn við kollega sinn. Hann sagði við hann við munum standa við okkar skuldbindingar en það er ekki víst að við getum borgað allar þær kröfur sem þið setji fram. Var það ekki það besta sem gætt gert að þetta skildi verið gert opinbert? Já, það veit ég nú ekki þeir eru ekki ánægðir með það Bretarnir, þeir hafa kvartað yfir því. En þetta bara, við munum standa við þær skuldbindingar sem við á okkur hvíla, Íslenska ríkinu,
En það ágreiningu hversu þær eru miklar. Bretarnir vilja leggja á okkur miklu þyngri byrðar heldur en að við teljum eðlilegt. Þetta sem sagt lögfræðilegur ágreiningur. Í Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn. Svo réttar ágreiningur og þá eiga menn að annarkvort að semja það eða koma þessu fyrir dómstóla. Þú segir Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sagt rétt að mál Íslands og Breta komist í farveg sem báðir sættir sig við. Já. Þetta hljómar einhvern veginn ekki vel fyrir okkur þegar við vitum það að Bretar hafa náttúrulega ítök í Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og eru miklu stærri þjóð en við. Ég tel að okkur hafi tekist að koma í veg fyrir að þessum tveimur málum væri blandað saman. Er það? Ég tel það. Við höfum rætt þetta mjög ítarlega og ég hef átt samtöl þarna vestur haf líka. Við höfum rætt þetta mjög ítarlega við þessa sendinefnd. Þessi uppgjörsmál við Breta og Hollendinga eru eitt mál. Lánið frá Gjaldeyrissjóðunum bara annað mál og við viljum ekki að þessu sé blandað saman. En eru þið ekki hrædd að nú þetta lán ekki komið í gegn, eru þið ekki hrædd að Bretar muni beita áhrifum sínum innan Gjaldeyrissjóðsins? Við munum ekki sætta okkur við það og ég trúi því ekki að þessar stóru þjóðir, Bretar og Hollendingar, fara að beita okkur einhverju ofbeldi á þessum vettvangi. Nú komið það hálfu Bretana. Getur þú sagt við þjóðina að við munum ekki borga Bretum krónu meira en við þurfum nauðsynlega borga? Við munum ekki borga þeim meira heldur en lög standa til. Er það rétt að Bretar þori ekki dómstólaleiðina? Já, það ekki full reynt, en auðvitað væri það eðlilegt að ef tveir aðilar ekki sammála vegna þess að þeir hafa tvö mismunandi viðhorf lögfræðilega að þeir leiti til dómstóla, það bara það eðlilega og maður hélt nú að Bretarnir væri það. En er það rétt að þið hafi sagt við Bretana að það væri bara best að útkljóta fyrir dómstólum og það hafi viðbröðum frá þeim verið það að þeir leggi ekki í það? Já, það það sem ég að segja við þig að það væri eðlilegast og maður hefði nú haldið að Bretar sem siðmenntuð þjóð og mikið réttaríki að fornu og nýju væri ekki feimið við það að leggja slík mál fyrir dómstóla. Ég sagði í sjónvarpinu daginn og segi það aftur við við munum ekki láta kúa okkur í þessu máli og við munum ekki láta það terrorisera okkur að þeir hafi beitt þessari terrorista löggjöf á okkur. Er það ekki bara tímaspursmál hvenær við förum í mál við Breta? Það allt í athugun og undirbúningi en við munum fara í mál við Breta. Ég vil ekkert svara því núna en við erum auðvitað að því að það ekki, maður á ekki að segja hluti sem ekki búið að ganga frá. En við erum að skoða okkar lögfræðilegu stöðu í þessu máli. Ef við höfum þar góða líkur á því að ná árangri þá auðvitað gerum við það. Laun bankastjórana 1,9 milljónir. Þetta eru næstu helmingi hærri laun en þú ert með. Finnst þér þetta ekki alltaf há laun? Mér finnst þetta að vera 5-10% af því sem fyrrverandi bankastjóri hafði. Ég tel að þetta sé nú mikill ávinningur að hafa að lækka launin svona mikið. En þetta ríkisstarfsmaður, eðlilegt að hann sé með helmingi hærri laun en næstu því heldur en forsætisráðherra landsins? Ég ætla ekki að tjá mig sérstaklega það. Það hafa verið þessi maður að taka sér alveg gríðarlega mikilvæg og erfið verkefni. Heldur þú þessi mikilvægur og erfiðari verkefni sem þú ert í? Ég ætla ekki að leggja sjálfa mig undir í því, en ég ætla bara að segja það að miðað við það sem tíðkast hefur í bankageiranum, sem að mörgum hefur hrosið hugur við, þá þetta ekki mikið. En ég treysti stjórn bankans nýja til að taka skynsamlega ákvörðun þetta og ég ætla ekki að taka þátt í einhverju deilum þetta. Er rétt að meta þetta einhvern veginn út frá þeim launum sem voru því þau voru bara fáránleg? Er ekki bara rétt að meta þetta sem launvenjulegs ríkisstarfsmanns? Já, en þarna samt ákveðna viðmiðanir út í atvinnulífið og fleira sem að menn verða að gjöra svona og taka tillit til. Ég ætla ekki að fella neitt dómu þetta, ég treysti stjórn bankans til að taka skynsamlega ákvörðun, en umfram allt, þá treysti ég mjög vel þeim manni sem hefur valist í þetta starf og veit að hann mun vinna fyrir laununum sín. Takk fyrir komin, Geir. Sömuleiðis.